Ég myndi eiginlega lýsa henni sem svona samráðsvettvangi, þar sem að fræðimenn á menntavísindasviði og fleiri sviðum Háskóla Íslands líka koma og kynna niðurstöður sinna rannsókna. Rannsóknir sem þeir hafa stundum unnið í samstarfi við fólk af vettvangi. Þetta eru líka meistaranemar og doktorsnemar sem koma og kynna sín verkefni. Þannig að ég myndi segja fyrst og fremst samráðsvettvangur, stór og mikill samráðsvettvangur, fólk sem kemur að menntamálum og líka þroskaþjálfum og tómstundafræðingum og íþróttafræðingum sem eru menntaðir hér á sviðinu. Stór hópur sem er fyrst og fremst að hlusta eru nemendur á menntavísindasviði. Síðan eru ákveðin hópur alltaf bara kennarar sem vinna í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og síðan fræðimenn úr háskólanum sem koma líka til að hlusta hver og annan. Þannig að þetta er svona nokkuð breiður hópur sem kemur. Stemningin er nú bara mjög lífleg yfirleitt og mér finnst fólk það áhugasamt og hleypur á milli stofa og oft búið að velja sér erindi sem að það getur valið á internetinu áður en það koma á staðinn. Þá að fáið bara prentuðu dagskrána út samdægurs, þá er fólk oft búið að velja sér ákveðin erindi og búin að kortleggja daginn. Fólk getur komið líka að þetta er svo langur dagur, það er fólk ekki endilega allan daginn. Það kemur kannski ákveðin slott. Svo kennarar geta kannski ekki mætt klukkan 10:30 á morgnana eða klukkan 8 þannig að þeir koma eftir 3 þegar síðasta tímaslottið byrjar. Þannig að það er dálítið kraumandi andrúmsloft því að þetta mætir fyrst og fremst mjög áhugasamt fólk til að hlusta. Þetta er stórt og mikið hlaðborð en við ákváðum samt að hafa frá 8:30 til 10 svona pallborð þar sem við köllum til hagsmunaaðila sem eins og frá menntamálaráðuneytinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambandinu, skóla- og frístundasviði Reykjavíkur og svo 2 fulltrúa héðan frá menntavísindasviði líka sem ættu að svara og fjalla spurninguna skipta rannsóknir máli fyrir okkur. Hvernig getum við unnið betur saman að því til þess að kraftar þessara hópa nýtist til þess að rannsóknir skili einhverjum árangri út í samfélagið en séu ekki bara unnar innan háskólasamfélagsins og nái ekki út.